Velkomin í Flugusmiðjuna. Ég var hér í dag. Ætla ég að hnýta flugu sem að búið að biðja á rásinni. Ég man ekki í svipinn hver baði manna, ég fletti því nú upp. En þetta er flugan Metallica. Og Metallica er greiðlega falleg fluga. Og hefur reynst mörgum vel í laxveiði hérna á Íslandi. En til að byrja með þá erum við með krók sem sé Arex krók sem er númer sem sé 8, þetta er standard doppel númer 8. Og tvinnin sem við erum að nota verið með svartan 8.0 Uni tvinna sem er hérna klassik á nota Uniin. En það sem ég fíla við Uni tvinnana er það að þeir eru vaxbornir. Allavega þessi típa sem ég er með. Það gerir þráðið dálítið stamari og gerir þetta svona mörguleiti þægilegra. Roddurinn á flugunni eru 6 vafningar ef ég man þetta rétt af ávölu silfri og við erum sem sé með Uni á allt silfur. Eða bara óval, Uni óval silfur. Og klippum það hérna í burtu og notum það aftur og eftir. Svo erum við með sem sé svartan íkornaði skottið á þessari flugu. Hann kemur hér. Það er einhvern veginn svona. Og svo kemur yfir þetta sem sé grænn hotspot hérna aftast sem gerir fluguna dálítið veiðilega. Það minnir maður aðeins á Green Butt og fleiri flugur sem eru með hérna grænu hérna aftan í. Og þessi græni biti, allavega það sem ég sé á myndum af þessari flugum á að vera dálítið digur sig. Þannig að má sjá, ef við séum hann sést vel. Og festum hérna glóbrætti niður. Þetta er svona séu grænu glóbrætt. Greiðlega gott efni og það er svona séu UV þessi reflektar útfyrirblöðu ljósi sem gerir það mjög nytsamlegt. Þá kemur fyrir vöf á Metallicuna þá notum við ávallt silfur. Ég nota sömu stærð og ég notaði í brotin á henni. Og til þess að hylja búkinn á Metallica þá nota ég flatt silfur. Og svo förum við með tvinnan cirka hingað. Hyljum búkinn með flatta silfrinu. Sjá, þá vona þetta dugi hérna. Sem við erum með. En þetta er ansi algengt inn á laxaflugu. Að hann sé flatt silfur og ávallt silfur yfir. Klassík. Og svo til þess að klára þetta hérna fram þá notum við fjaðurklemmuna til að létta okkur verkið og þá sjáu ég að þá nýtist sem sé þá var lítill afgangur af flata silfurinn eftir og fyrir lítið efni til spillis. Og þegar við erum að vinna með laxaflugur, það er kannski auðvelt svona með svona stærri króka en þegar við erum að vinna með minni flugur og minni krók þá er ofta ágætt að fara úr tvinna 8 og niður í 12.0 og jafnvel niður í Uni Trico sem er 17 denier, nei hérna ekki denier segi 17.0 sem er mjög veikur talið séð en hann er sterkur með það og hentar vel og þá passar það einmitt í þetta. Næsta skref það er þessi vængurinn á flugunum, við notum við hann svartan íkorna, hann er hér, búin að klippa hann til og við miðum við það að
íkornin, það er að segja vængurinn svona mæti stélinu cirka. Það mælum við hérna út og finnum hérna réttan punkt á þetta til að klippa og klippum vænginn til og hendum að sjálfsögðu setjum lakk hérna í sárið á vængnum. Það gerir allt miklu léttara. Þá kemur vængurinn hérna niður, þið sjáu þetta alveg svona. Svona. Og þegar ég er að nýta laxaflugur, ég er að reyna að ekki, þeir eru ofdressaðir ekki. Í vænginn koma 2 þræðir af svona kristallflassi, þetta er svona silfur kristallflass, frekar dökkt sem ég er að nota. Það koma 2 þræðir af því. Svona. Svo fer þetta niður betur á eftir. Næsta skref, það er sem sé kragi á þessa ágætu flugu. Kraginn er úr, ég nota svartan kraga í þessa flugu. Og þá nýtum við svarta kragan þetta niður. Svona. Þessi nýtum svarta fjöður og tökum stamman hérna í burt á fjöðrinni. Húkum í hérna fjöðurklemmunni. Þannig að þetta sé svona. Og svo kemur kraginn hérna utanum og vefst í áttina að auganu. Og við reynum að greiða kragan alltaf aftur og bak þegar við vefjum honum sem sé hérna fram á við. Svona. Grípum þetta með tvinnanum og 3-4 snúninga, alveg þéttingsfasta snúninga niður og svo klippum við endan af fjöðrinni hérna. Og svo á sjálfsögðu að reyna að taka öll hárin hérna saman. Svona. Til þess að halda þeim hérna og búa til sem sé byrjaði að forma hausinn á henni og láta kragan sem sé snúa aftur. Því næst þá erum við að nota svona vínrauðan hana til þess að setja aðeins ofan á vænginn og aðeins undir kragan. Og kemur þetta sem sé hérna. Þetta vínrauða efni. Svona. Og annað eins undir. Og slítum við nokkra fanir af þessu hérna svona. Svona. Svo klippum við þetta í burtu sem sé endana á þessu, svona, og saman með endana hérna uppi á fjörunni og það getur þurft smá föndur við þetta, klippa þetta í burtu. Og þá er það eina sem við ætlum að gera til að byggja upp hausinn á flugunni, það er að skella á þetta svona grænu glóbrætt alveg eins og í rassinum á henni til þess að búa til svona smá línu af grænu hérna fyrir aftan svarta hausinn. Kemur mjög vel út. Og margar flugur eftir höfundin eru einmitt með svona litaskiptum haus og það kemur alveg vel út. Ég veit ekki hvort það hafi einhverjar
Það er fyrir úrslita áhrif að hvort það taki fiskur í takið eða ekki, það er annað málum allavega fyrir fagurfræðina. Og byggjum við upp hausinn á henni hérna. Ég þori ekki að vera að spila Metallica undir þessu vegna þess að YouTube filterar þá út úr og kemur með copyright claim á vídeóið. En hér er Metallican klár. Og tilbúin í aðaldalinni eða hvert sem við erum að fara í lax í sumar. Eitt sem við langað að prófa það er að nýta þessa flugu sem strömmflugu og sjá hvernig hún kemur út. Kemur örugglega flott út. En þá hefur við eftir að bregða á hausina á henni smá lakki og það kemur hér og við erum að nota sama og yfirleitt. Það er sem sé Solaris Bone Cure lakk og þá er ekkert annað að bara sappa þetta með ljósinu hérna. Við sjáum hvernig þetta tekur við af ljósinu. Sjáum hvernig grænliturinn verður. En ég þakka ykkur bara kærlega fyrir áhorfið. Mig endilega að gera áskrifendur á sinni, deila vídeónu, setja like og svona, láta fólk vita. En þangað til næst þá bara sjáumst við hress og kát í næsta vídeói. Takk fyrir.